Komið bless og sæl og verið velkomin með okkur í Hvíta Máva. Ég sótti næsta gest, hérna yfir fjöllin til vesturs að Hólastað. Þar Sólveig Lára Guðmundsdóttir, vígslubiskup, og hún ætlaði að setja sér í stólinn og við ætlum að spjalla. Séra Sólveig, velkomin. En það ekki Sólveig? Jú, það Sólveig. Skrifar það þannig? Já, ég skrifa alltaf þannig. Ég að vísa á báðustöðum með símaskránu vegna svo fólk finnur mig ekki alltaf, sko. Nei. Þannig að það Sólveig, upprunlega Salveig og síðan verður hljóðvarp frá A til Ó. Og merking orðsins eða nafnsins? Já, þetta sama nafnið á Rannveig. Salveig og Rannveig, þetta hinn sterka í húsinu. Það veigur í þessu, segir maður stundum, sko. Hinn sterka í húsinu. Já. Og já, þannig uppruni orðsins. Og hver þá pabbinn sem valdi þetta orð? Heyrðu, hann hét Guðmundur Bendisson, hann nú því miður fallinn frá, afskaplega sterkur persónuleiki og mikill íslensku maður, leiðrétti okkur mjög mikið þegar við vorum börn og hafði mikinn áhuga á íslensku máli og mikinn áhuga á bókmenntum. Og þú náttúrulega býrð að því? Ég bý að því alla ævi. En móðir þín? Móðir mín heitir Kristín Klasen. Og hún hún á lífi, hún 91 árs, í fullu fjöri, þannig að hún yndisleg manneskja, sem öllum þykir vænt um. Hvernig að eiga, ég þekki það ekki, hvernig að eiga foreldra eða móður á lífi á þessum aldri? Það náttúrulega algjör forréttindi að eiga móður á lífi á þessum aldri. Ég komin yfir 60 og hún komin yfir 9, hún stóð 30 þegar hún átti mig. Já. Þannig að mér finnst það algjör forréttindi að eiga móður á lífi. Ég geti vel trúið. Þegar maður sjálfur orðin amma og eiga svo móður á lífi, þetta náttúrulega bara dýrlegt að geta haft 4 kynslóðir saman. Þú býrð að Hólum, en hún býr í Reykjavík, eða á Seltjarnarnesi reyndar. Já. Sólveig, vígslubiskup. Já. Hvaða landsvæði þitt svæði? Mitt svæði, sem sagt Hólaumdæmi sem kallað það nær alveg frá Hrútafirði, staður í Hrútafirði, og alveg suður í Álftafjörð sem 40 kílómetra fyrir sunnan Djúpavog. Þannig að þetta allt Norðurlandið og allir Austfirðir. Þannig að það svo sem sagt Skálholt á móti þér? Já, svo Skálholt sem sagt allt Suðurlandið, Vesturlandið og Vestfirðir. Ja, og Vestfirðir? Já. Já. En svo þarf að vísitera? Já, og ég sem sagt búin að vera í þessu starfi núna í 5 ár og ég búin að vísitera hverja einustu kirkju sem 110 söfnuðir og skoða þær gaumgæfilega. Og þetta náttúrulega alveg samlegt sko þétt riðið net sem að kirkjan allt land. Já. Og allstaðar gott starf og verið að vinna svo merkilegt starf í söfnuðum landsins, alveg ótrúlega. En það samt ekki sko þetta net kirkna? Já. Þetta ekki í rauninni megnið af þessu nokkuð gamalt, það að segja húsin? Jú. Það mjög margar kirkjur sem byggðar miðja 19. öldina og þess vegna það oft sem útlendingar spyrja þessu, akkur kirkjurnar svona þétt? Og það eru svo margar kirkjur sem voru sem sagt að breyta úr torfkirkjum í timburkirkjum miðja 19. öldina. Og þá bara hafði fólk ekki hugmynd það að svona 50 árum seinna myndi koma eitthvað apparat sem við köllum í dag bíl. Þannig að þú þurftir að geta farið eftir morgunmjaltir, ríðandi á kirkjustað, skipta föt og fara svo í messu, drekka kaffi og skipta aftur föt og ríða tilbaka og vera komin fyrir kvöldmjaltir. Já. Þannig tilkomið þessi 2 tími sem var svo algengur hérna einu sinni og ennþá til sveita mjög algengur messutími klukkan 2. Já. Þannig að þetta svona ástæðan fyrir því að það svona margar kirkjur. Já. En þú segist, búin að heimsækja hverju einustu kirkju? Í Hólaumdæmi, já. Í Hólaumdæmi? Já.
á þessum 5 árum sem ég er búin að vera. Já. Og núna ætla ég að byrja nýjan hring næsta haust. Já. Og byrja aftur og helst að vísitera allar kirkjur einu sinni enn áður en ég læt af embætti. Já, sem það ég veit verður svo nú sem ekki strax. Nei, ég er ennþá kornung. Er það ekki? Jú, þó ég sé komin yfir 60. En sko, já, en þýðir það þá að þú set bara brunnandi á bíl á milli endalaust, drekkandi kaffi eftir hvert fund og kleinur og pönnukökur? Er þetta svona? Já, ég er mjög mikið á ferðinni og svo náttúrulega er ég líka mikið í Reykjavík vegna þess að þar þarf ég ofta að vera á fundum. Og ég sitt til dæmis á kirkjuþingi og ég sitt prófastafund og svo er maður í ýmsum nefndum á vegum kirkjunar sem er að undirbúa ýmislegt og vinna að ýmsum málefnum. Þannig ég er líka mikið í Reykjavík. Já. Þannig ég keyri mjög mikið. Þú keyrir mjög mikið? Já. Þetta góður bílstjóri? Já, ég myndi segja að ég væri góður bílstjóri. Já. Og svo er ég líka mjög góða mann sem oft keyrir mig, þó ekki alltaf. Nei. Þannig að þú hefur þá bílstjóra með af og til. Já. Þú nefnir manninn, hver er hann? Hann heitir Gylfi Jónsson og er akureyringur. Já. Mjög margir akureyringar sem að þekkja hann. Þannig að hann er... Og er náttúrulega prestur. Já, hann er líka prestur og var lengi prestur á Elliheimili, á Dvalarheimilinu Hlíð. Og svo bara fór hann á eftirlaun eftir við fluttum í Hóla, þá var hann orðinn 67 ára. En svo hefur hann nú verið mikið í afleysingum, bæði að leysa á Hofsósi og Sauðárkróki og í Skagafirði. En sko, bæði prestar eru 2, komin á þann aldur, eru 2 heima. Já. Hvað er til umræðu? Jú, við náttúrulega tölum mjög mikið kirkjuna og starf hennar. En við tölum náttúrulega líka börnin okkar og bara fjölskylduna og bara áhugamál og allt mögulegt. Við ferðumst mikið og já, við náttúrulega bara erum eins og venjulegt fólk. Já, og ég vona það. Og erum venjulegt fólk. Já, ég vona það. En staðurinn sem slíkur Hólar er mjög merkilegur stað. Já, þetta er náttúrulega sögustaður alveg bara frá... Bara búa þarna frá Já, bara þetta hefur verið biskupssetur, var biskupssetur 1106. Þannig að þetta er mikill sögustaður og þá var þetta náttúrulega í alfaraleið Hólar, eins og þetta verður þegar göngin verða komin úr Hjaltadal í Hörgárdal, þá verður þetta aftur í alfaraleið. En þetta var í alfaraleið því að þarna lá leið fólks frá Suðurlandi og hingaði í Eyjafjörðinn yfir Helju eða Hjaltadalsheiðina. Þannig að þetta hefur alltaf verið stór og mikill staður og oft búið þarna mikið fjölmenni. Og nú er þarna háskóli. Já, þarna búa Svona sirka núna? Já, eitthvað rúmlega milli 100 og 150 manns. Já. En það eru þarna alltaf háskólinn og þar eru 3 deildir en allir langflestir nemendur eru í ferðamálafræði og þeir eru allir í fjarnámi. Já. Þannig þeir búa ekki á staðnum. Já. En hestafræði nemandi búa á staðnum og megnið af þeim sem búa... Já, það er starfsemin. Já. Mestmegni háskólastarfsemin, sko. Já. Háskóla, hestafræði á háskólastígi. Og þetta er mjög alþjóðleg deild því að þarna kemur fólk alls staðar á heiminum. Já. Maður svona velti fyrir sér sko að það sé á háskólastígi. Já, þarna færðu sem sagt réttindi til tamninga og vera reiðkennari og bara allt sem að við kemur hestum. En hvernig svona dagurinn hjá þér, svona venjuleg nú eins og kannski hefur verið í vetur, það er svona rysjótt tíð og ekki takt að verða að fara. Hvernig er dagurinn hjá Vígsluti? Sko, þó að veðrið sé rysjótt, þá hefur það aldrei hamlað okkur. Ekki núna í vetur allavega. Og ég er búin að vera mjög mikið í Reykjavík núna, það sem af er þessu ári. Það er búin að vera mikið, ég hef búin að vera mikið á fundum og var á prófastafundi og svona sem stóð nú í 2 daga og svo framvegis. En vinnudagurinn byrjar nú oft með svona einhverjum símtölum, þar sem ég er að tala við fólk út af einhverjum málefnum sem tengjast kirkjunni. Nú svo er það tölvupóstur, maður er að fá alls konar bréf og maður þarf að svara því og mér er svo núna í bílnum á leiðina því að Gylfi keyrði það, þá þurfti ég nú bara að vera að svara nokkrum tölvupóstum bara svona í símanum, sem er svo þægilegt að geta gert líka. Þannig að þetta er svona nú svo, sko ég er ekki semst sóknaprestur á Hólum. Þannig að það er semst önnur manneska sem er sóknaprestur, en ég sé síðan helgihaldið á stórhátíðum
á jólum og páskum og svo framvegis. Já, þú ert ekki í svona þessum venjulegu pressverkum daglega dags. Nei, og ekki til þess að þegar ég var á Möðruvöllum, ég var á Möðruvöllum í Hörgárdal í 12 ár og þá var maður mikið að heimsækja sóknabörnin og svona. Já. En sóknabörnin mín eiginlega prestarnir og sóknarnefndirnar í umdæminu. Já. Það eiginlega mín sóknar. Þannig að það fólk að koma. Já, og ég að fara til þeirra. Líka? Jú, svo náttúrulega maður umgangast fjölda af alls konar fólki sem að tengist þessu óbeint eða beint og svo ég náttúrulega veit ég forstöðu Guðbrandsstofnun sem samstarfsverkefni Háskóla Íslands, Háskólans á Hólum og Þjóðkirkjunnar og sér menningarstarfsemi á Hólum og starfsemin fríþætt, við erum með sumartónleika vikulega allt sumarið og þá kemur tónlistafólk og dvelur á staðnum í okkar boði í viku og heldur síðan tónleika. Og ég sé auglýsingar frá þér varðandi þetta alls saman. Já, og svo erum við með allan veturinn svo kallega fræðafundi heima á Hólum sem eru 2 í mánuði og þá bjóðum við fræðafólki á öllum mögulegum sviðum að koma og dvelja hjá okkur í viku gegn því að halda eitt erindi. Já. Við erum heilmikið með gestabóð líka í tengslum við þetta og svo framvegis. Þannig að það svona mjög margt fólk úr öðrum fögum heldur beint sem tengist kirkjunni sem við þurfum að taka á móti og vera í samskiptum við. Manni finnst þegar maður kemur heim á Hólum, það svo, manni finnst maður ganga svona inn í söguna, þarna náttúrulega hefur verið unnið að uppgreftri minja og gamla staðar eins og allt það. Finnið þið sem eru þarna, finnur þið fyrir þessu, það að segja þú býr bara ekkert í einhverstað í Byggðavegi á Akureyri eða Háaleitsbraut í Reykjavík. Veistu það, Gestur? Þú ert á Hólum. Já, þetta svo sérstakt en ég var búin að vera í æfingabúðum á Möðruvöllum, sko. Já. Og það var svo sérstakt vegna þess að þá hafði ég aldrei búið út á landi þegar við fluttum að Möðruvöllum og ég man bara eftir fyrstu dögunum sem við áttum heima á Möðruvöllum að bara ganga þarna hlaðið og mér fannst sko sagan vera í hverju einustu þúfu og hverjum einasta steini sem var þetta og þetta var svo undarleg tilfinning og síðan síaðist þetta inn sko og svo var maður alltaf að segja sögu staðarins þegar voru að koma hópar og gestir og svona og það bara sagan einhvern veginn andaði inn í mann. Þannig að þegar ég kem síðan að Hóla að þá veit ég einhvern veginn að hvaða tilfinningu ég að ganga. Já. En það náttúrulega önnur saga þar. Og þannig að ég bara byrjaði strax á þessu líka, svona að drekka inn í mig sögu staðarins. Og þetta alveg einstakt. Einstök forréttindi hafa fengið að búa á svona 2 svona mögnuðum sögustöðum hér á Norðurlandi. Þetta í hug sko, ef þú situr eða því hjónin situr kannski í kaffibolla að morgundags, einhvers staðar út á palli eða eitthvað og það að spjalla og þá getur maður ímyndið að segja þegar menn voru þarna í forniðri tíð sko, sem að skópu sögun og allt þetta. Algjörlega sko. Og svo ég nú alltaf að auglýsa bókin hennar Steinunnar Jóhannesdóttur Heimannfylgju sem barnæsku Hallgríms Péturssonar á Hólum. Og þar sko, hún svo myndrænt allt sem hún lýsir Steinunn sko. Og þá sér maður sko fyrir sér fólki sem að bjóða þarna, svona Halldóru Guðbrandsdóttur sem að ól nú eiginlega Hallgrím hálfpartinn upp sko, sem var dóttir Guðbrands Þorlákssonar, svo sterk kona og mikill persónuleiki. Og maður sér fyrir sér allt þetta fólk þegar maður les söguna og les líka eins og þessa sögulegu skáldsögu sem náttúrulega alveg merkileg. En þetta ekki þetta sem að fólk að sækjast eftir þegar það kemur á svona stað eins og Hóla? Jú, og maður sér, og það svo gaman að taka á móti fólki sem kannski að koma í fyrsta skipti, það segir bara, hvað það við þennan stað? Þetta eitthvað alveg sérstakt hérna. Og ég segi það sé fyrsta lagi sagan og öðru leyti helgi staðarins. Og helgi staðana kemur á svona, hún myndast á svona stað þar sem mikið hefur verið beðið og mikið verið lesið úr ritningunni og mikið sungið sálmar og upplifanir fólks í tengslum við svo margar athafnir eins og brúðkaup og skírnir og jarðafarir að það bara myndast einhverju straumar sem fólk bara finnur þegar það kemur að það. Það hefur nú verið
Rústur samt þarna líka. Já, guð minn góður, það var Menn hafa verið skornir og högnir þarna eins og annars staðar. Virkishóllinn þarna einmitt í brekkunni fyrir aðeins fyrir neðan og ofan kirkjuna sem að Jón Arason kom sér upp virkið þarna til að verjast óvinnum sínum. Sko. Já, en hann var nú ekki hálfsökun á staðnum, hann var hálfsökun í Skálholti. Akkurat. En svo voru þeir fluttir heim, feðgarnir og mikil saga því þegar lestin kom með líkin að þá sagt að kirkjuklukkan í Hóladómkirkju hafi byrjað að hringja, líkaböng. Já, líkaböng, já. Og hafi sprakk á henni. Já, þannig að það er mikil saga þannig. Já. Nei, þetta ég hef sko þannig sinnaður að fylgja sögunni, þá er það mjög skemmtilegt. Já, mjög svo. En sko, með það að verða prestur, ætlaðirðu það alltaf eða? Nei, Langaði ekki miklu frekar að verða flugfreyja eða? Nei, það einhvern veginn heillaði mig aldrei. En sko, ég varð fyrir alveg gríðarlega stórri og mikilli lífsreynslu haustið 1974. Því að þá var að byrja, þá var ég í menntaskólanum í Reykjavík og þá var að byrja ný stelpa í bekknum hjá okkur. Og þegar að svona, við vorum að byrja að kynnast henni, að þá fréttum við í bekknum að það ætti að vígja mömmuna sem prest. Og mér fannst þetta svo merkilegt að kona ætti að verða prestur. Þannig ég bara fór niður í Dómkirkju og hugsaði með mig, mér langar að vera vitni að þessu. Og þannig er ég bara 17 ára gömul, sko. Já. Heyrðu, og þessi athöfn vígsla sér að Auðar Eir Vilhjálmsdóttur, mömmuna sér að Döllu Þórðardóttur, sem var bekkjarsystir mín, hún bara hefur sér gríðarlegu áhrif á mig. Er það svo? Já. Að ég hugsaði bara með mér, vá, konur geta allt. Og konur geta orðið prestar með þessu. Já, konur geta orðið prestar. Já. 1974. Já. Og ég bara, þarna bara verður bara bein leið áfram. Já. Og svo byrjuðum við alla saman í Guðfræðideildinni, við erum samstúdentar 76. Já. Og höfum haldist í hendur síðan. Og hún er í Skagafirði? Hún er í Skagafirði og er prófastur Skagafirðinga. Já. Og ég á Hólum. Kellingarnar, það náðu þessu. Já, við allavega. Þetta ég man eftir þetta þótti mjög merkilegt. Já, og þetta var svo mikil nýjung að það verður síðan engin önnur kona vígð fyrir að Dalli vígð 1981. Nei, og síðan ég 83 er 7. konan. Já. Þannig að þetta... Var Dallar nummer 2? Já, mammina nummer 1 og þetta er merkilegt. Já. Já. Þannig að þetta er svona kveikjan að því að ég er fyrir guðfræði og... En varstu sko, voru svona mál rædd á heimilinu eða varstu alin upp í trú og þess áttar? Já. Alltaf alin upp við, það var alltaf farið með kvöldbænir og hver einasta kvöldi og... Já, heima? Já. Mamma bað bæninda með okkur. Áður en sofnuðu? Áður fórum að sofa og svo kom pabbi og syngdi yfir okkur. Nei, þetta var alveg svona fast. Svo fór ég í sumarbúið Þjóðkirkjunnar og var þar í 5 sumur og það voru margir sem höfðu áhrif á mig þar. Þannig að ég var alltaf mjög trúabarn, bað alltaf bænirnar mínar sjálf eftir að mamma hætti að biðja með okkur. Þannig að þetta var bara stefnan? Já. Bráðið kemur í mental? Já, náttúrulega þegar maður var á unglingsárunum þá svona kvikaði maður frá. Hvað langaði þið þá? Þá vissi ég ekkert hvað ég vildi. Nei, þú vissir ekki? Nei. En varstu hvött til þess að fara í þetta af foreldrum þínum? Nei, alls ekki. Bara þú ræður því sjálf? Algjörlega. Pabbi var að vísu mjög metnaðargjarn fyrir okkar hönd og vildi alltaf við kemum heim með háarengunir og allt svoleiðis. Og ég man hvað hann var glaður þegar ég sagði honum að ég ætlaði að vera í guðfræði. Það hefði ekkert hvarflað á honum. Já. Þetta er skemmtilegt. Já, þetta er mjög gaman. Já. Vegna þess að svo náttúrulega finnum maður það eins og þú segir að mamma býður bænita með þér og pabbi kemur og signir ykkur áður en farið að sofa og þar fram eftir gott honum. Þetta hefur breyst gríðarlega mikið. Því miður að þá er ég hrædd það að unga kynslóðin biðja ekki eins mikið bænir með börnunum sínum eins og kynslóð mömmu gerði. Já. En ég bara vona samt að þetta týnist ekki niður vegna þess að þetta býr með manni alla ævi. Og þó maður missi allt þegar maður er orðinn fjörgamall þá gleymir maður ekki bænunum sínum. Nei. Og þessu trausti. Og það er svo mikið talað mikið kvíða ungs fólks í dag og verið að tala hverjar eru orsakirnar og svo framvegis.
Ég held að stór hluti geti verið það að börnin þekki geta trúa traust. Já. Að treysta Guði bara fyrir deginum sem að er að byrja. Svo náttúrulega, já, það fólk sem er þá alið upp næst á eftir þér, það að segja, Já. sem er þá komið í, já, ég mynda, fer ekki þessa leiðina. Já, einmitt, akkurat. Treystir þá kannski meira á sjálft sig? Eða? Já, eða bara, já. Já. Þannig að, En margt af því fólki, eða lendir í einhverju, Já. þá kemur það, virðist Já. að fara tilbaka. já, aldeilis, sko, ef að það Það hefur líka, ef maður heyrir svoleiðis sögur. Já. Þannig að þetta er eitthvað sem aldrei verður frá manni tekið þegar maður fær að kynnast þessu trúatrausti sem barn. Já. Þannig að þú náttúrulega hefur þá talað yfir þínum börnum, Já, ég kendi mínum og bað með mínum börnum og svo bara bið ég líka með barnabörnunum mínum. Já. Og les fyrir þau biblíusögur þegar þau eru í heimsókn. Ferðu sko, ferðu alltaf með bænir á þeim fyrir að sofa? Alltaf, við gerum það saman við Gylfi. Alveg sama hvað eru þreytt? Já. Við byggjum alltaf saman bænirnar á kottanum þegar áður við förum að sofa og signum hvort annað. Já. Förum saman með faðirvorið og byggjum fyrir, við eigum náttúrulega gríðarlega langan og mikinn bænalista af fólki sem við þekkjum sem eru veik og við byggjum fyrir þeim, byggjum fyrir börnunum okkar og barnabörnunum og okkar nánustu og fyrir verkefnum sem að bíða. Og síðan fyrir við faðirvorið og signum og hvert annað árum fyrir við svo. Já. En hvað segir þið þá við það fólk sem kemur kannski, þetta kemur upp í umræðinni, hvað segir þið við það fólk sem er ekki neitt á þessum slóðum? Að biðja eða biðja fyrir fólki, veiku fólki eða slíku? Sko, ertu þá að meina fólk sem kemur til okkar í sálgæslu? Já, bara þið hitti það eða hvað, bara hvernig sem er? Jú, sko, þetta ber náttúrulega ofta á góma í svona samtölum og þá náttúrulega segir maður frá því hvað hjálpar manni sjálfum og við hvetjum náttúrulega fólk og predikanir hvetjum við fólk til þess að biðja og leita styrks í bæninni. Langaði aldrei til þess að gera eitthvað allt annað, þú veist, svona slá þessu frá þér augnablik og slett úr klaufunum almennilega eða hvað? Sko, ég náttúrulega er bara manneskja af holdi og blóði og ég get alveg slett úr klaufunum þó ég sé prestur eða biskup og það er alveg bara allt í fína lagi með það. Þannig að við þurfum ekki alltaf að sitja bara í sama sætinu og biðja bæninar okkar. Nei. Það er ekki allan daginn, skilurðu. Nei, akkurat. En þannig að, mér hefur aldrei langað til þess að gera neitt annað. Já. Þegar ég var lítil ætlaði ég vera búðakona þegar ég stór. Já. Og kannski bara verði búðakona þegar ég fer á eftirlaun eða eitthvað, ég veit það ekki. Já, en mér hefur aldrei langað til þess að starfa við eitthvað annað. Nei. En þýðir það, þegar þú hættir, já, kemst á eftirlauni eða hættir sem vígslubiskup, þá flytur af staðnum? Já, þá verð ég að flytja af staðnum. Já. Og þá bara er sjálfsagt stefnan tekin söður, sko. Er það? Já, maður vill vera nálægt börnunum sínum. Já, Hvað áttu mörg börn? Heyrðu, ég á 3 börn. Já. Og elsti sonur minn og hans fjölskylda, konan hans og 2 synir, þau búa að vísu núna á Seyðisfirði. Hann er þar yfirmaður listadeildar grunnskólans á Seyðisfirði. Hann er tónlistarmaður og tónlistarkennari og er yfir tónlistarskólanu líka. Þannig að þannig að það er dásamlegt að vita þið þar, börnunum í skóla þar. Já. Svo er dóttir mín sem býr í Reykjavík, hún á 1 strák og svo er þriðja barnið mitt er líka stelpa og hún býr í New York. Já. Búin að búa við sér New Orleans núna í 9 ár en var að flytja til New York. Og þið náttúrulega heimsótt hana? Já. Þú sagði að þið ferðuðust mikið? Já, sonur Gylfa býr líka í New Orleans, þannig að við erum búin að vera mjög oft í New Orleans. Já. Það er alveg svakalega flott. Það er blús þar? Já, aldeilis blús. Blús og jazz. Já. Þannig að það er bara mjög... En þið hafið ferðast mikið, ykkur þykir gaman að ferðast? Já, ykkur þykir mjög gaman að ferðast. Og höfum tekið frí eiginlega núna síðustu 10-12 árin alltaf á veturna. Já, að því við höfum búið á þessum sögustöðum það sem mikið ferðamannastraumur og mikið að vera. Já. Þannig að við höfum verið bara heim á sumrinu en það er náttúrulega algjör synd að fara burt úr íslenska sumrinu. Eða norrlenska sumrinu sem náttúrulega er alveg dásamlegt.
og erum að fara í frí núna í febrúar, verðum í frí í febrúar. Já, þannig Já, það er svo já, okkar þetta er svona, þú ert líka alltaf því sko í ferðaþjónustu. Já, má segja það sko. Já. Af því við erum líka með þetta mikið umlengi sem tengist Guðbrandsstofnun. Já. Það var eitt sem ég glemdi að nefna í sambandi við Guðbrandsstofnun og það er það við höldum líka eina ráðstefnu á ári og erum að halda núna 4. ráðstefnuna sem að bera yfirskriftina hvernig metum við þið ómetanlega. Já. Þannig að það er mjög skemmtilegt. Já. En Sólveig, með Ói, Já, nú er tími búinn. já, Krossin sem þú átt með. já. Er þetta eitthvað sem að fylgir starfinu? Já, þetta er embættiskross. Í biskupsvígslunni að þá er við klædd kórkápu og settur á okkur kross sem táknum embættið. Já. Og ég ber hann alltaf þegar ég er einhvers staðar í embættiserindum, ef ég er á fundum eða ef ég er og líka í helgihaldi, þá er ég með þennan kross. Og ég leita á þetta sem embættiserindi að koma hingað til þín gestur. Þannig ég ákvað það í morgun þegar ég fór á fætur að ég myndi setja krossin á mig og vera með hann í viðtal. Það kemur í embættiserindum. En nú ætla ég að smella þig mynd. Já. Og já, þú ert alveg gullfalleg. Takk Ég ætla að taka aðra, það sem að sér í krossin. Sér í krossin, já. Sér að Sólveig, takk. Takk hérlega fyrir gestur. Það var gaman.